stólarnir? Bara þessi eða ekki? Jú. Sko? Já, herru, komið í sæl, gaman að koma og fá að kynna teiminn okkar hjá heilsugæslunni. Og eins og hann var að segja, ég var að segja, ég heiti Erik og ég geðlæknir í geðheilsuteymi Austur. Og svona bara aðeins smá yfirlit hvað við erum að fara að tala að til að byrja með þá ætlum við bara aðeins að útskýra hvað þessi teymi eru og hvað svona þetta samfélagsgeðþjónusta sem við erum að veita, hvað það er og fara svo yfir hvernig staðan í dag í heilsugæslunni, hvaða geðheilsuteymi eru og hverjum þeir eru að sinna. Svo fara aðeins yfir hvernig bara þessi teymi eru samsett og fyrir hverjir er notendahópurinn og hvað við eigum að gera og svo aðeins að fara yfir þessar svona helstu áherslu í okkar starfi og batahugmyndinafræðina sem við höldum í hávegum. En við erum ekki að finna upp hjólið með þessum teymum eða samfélagsgeðþjónustu. Þetta er eitthvað sem byrjaði í rauninni fyrir 60 árum síðan og það var fyrst John F. Kennedy sem setti pening í samfélagsgeðþjónustu og þetta er hluti af stofnanavæðingunni sem var á sínum tíma á síðustu öld og þetta hefur verið í þróun og í rauninni það sem er búin að festa sig í sessi og vera í okkar nákvæmum löndum síðastliðin svona 20-30 ár og við erum kannski svolítið eftir á að þessu leyti á Íslandi varðandi geðheilbrigðisþjónustuna en við erum að taka stór skref núna í að standa jafnfætis okkar nákvæmum löndum og það eru til margar gerðir af svona samfélagsgeðteymum til þess að þjónusta eftir hver þörf einstaklingana og kannski koma að því síðar eða ekki. En sem stendur að þá eru 2 teymi starfandi á höfuðborgarsvæðinu og ég sem sagt vinn í geðheilsuteymi Austur og hún Hrönn í geðheilsuteymi Vestur og nú er bara verið að undirbúa geðheilsuteymi Suður. Austurteymið sem ég í, við sinnum Árbæ, Grafarvogi, Grafarholti og Norðlingaholti og Kjalarnesinu og bætum vonandi við okkur Mosfellsbæ bara á næstu mánuðum og svo er Hrönn í Vesturteyminu sem sinnir í rauninni resturinn af Reykjavíkurborg pluss Seltjarnarnesið og Suðurteymið hugsun að þeir sinni þjónusti Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ. Aðeins bara stuttlega að þá byrjaði þetta með þessu Austurteymi sem hét Geðheilsustöð Breiðholts sem tilraunaverkefni og má reka alveg aftur til 2004 og hefur tekið bara miklum breytingum á þeim tíma, stöðu þróun og komin að þessi mynd sem í dag. Ég fæ halda áfram aðeins lengur. En fyrir hverja er þessi þjónusta? Þetta er fyrir 18 ára eldri, fyrir fullorðna og sem eru með geðsjúkdóma. Og það náttúrulega mjög stór hópur en þetta ekki teymi sem allir hafa þörf á. Heldur þetta meira fyrir þá sem þurfa meiri aðstoð að halda, eru með þyngri og erfiðari veikindi og þurfa þá að þverfaglegri aðstoð, þurfa aðstoð mörgum áttum ef maður til dæmis þarf bara geðlækni eða bara sálfræðing, þá er þetta ekki teymið fyrir þann einstakling. En fyrir þá sem að þurfa bæði stuðning við kannski lyfjameðferð eða komast í virkni eða bara hreinlega að komast út af heimilinu og sækja sér aðstoð og eða eitthvað fleira, að þá erum við teymið fyrir þá aðila. Og fólk sem þarf á mjög þétta eftirfylgd, sem sagt með svona þungveikindi. Það eru allir fagaðilar bæði í heilbrigðis- og félagsþjónustu sem geta sent tilvísanir og við tökum mjög gjarnan við mjög svona fegin og glöð á móti öllum svona fyrirspurnum hvort sem frá bara almenningi eða fagfólki. En eyðublöðin eru sem sagt hægt að finna á heimasíðu heilsugæslunnar, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og sömuleiðis fyrir þá fagaðilar þá það í svona þessu blessaða sögukerfi. Já. Komið sæl, ég heiti Hrönn og ég heyrist í mér.
og ég er teimistjóri í geðheilsuteymi Vestur eins og Erik sagði. Aðeins nær. Og ég er bara að segja hvað er gaman að taka þátt í þessari uppbyggingu á þessu geðheilsuteymum núna. Þetta er náttúrulega, eins og Erik sagði, við erum svolítið langt á eftir nágrannalöndunum okkar og Geðheilsustöð Austur er náttúrulega búin að vera að þróa búin að vera svona í fararbroddi síðustu 15 árin, kannski að þróa þessa teymisvinnu. Og nú lítur þetta þannig út að það var samráðshópur sem velferðarráðuneytið skipaði og skilaði skýrslu hvernig þessi teymi eiga að starfa og við vinnum eftir þeim og þar er sagt hvað fagstéttir til dæmis eiga að vera í þessum teymum. Og þannig eins og þið sjáðu á glærunni, það eru geðlæknar, það eru geðhjúkrunarfræðingar, við erum með sálfræðinga og félagsráðgjafa, við erum með fulltrúa notenda og þjónustufulltrúa sem svar í síma og sjá utanumhald bara stöðina, sjúkraliða og svo þetta IPS-ráðgjafar, ég veit ekki hvort þið þekki það, en það er svona starfatengill frá VIRK sem er aðstoða fólk við að komast út á vinnumarkaðinn eða í nám. Og svo eru 3 fagstéttir sem munu starfa þvert á þessi 3 teymi sem verða iðjuþjálfi, heilsuráðgjafi sem verður líklega íþróttafræðingur og svo fjölskyldufræðingur. Þannig að þetta er alveg fagfólki að vinna í svona þessum teymum, þannig að þetta lofar góðu. Og hvernig þessi teymi nýtast, þau eru náttúrulega hugsaðu sem að til að auka, bara þessi aukin þjónusta, geðþjónusta fyrir einstaklingar sem þurfa á þessari sérhæfðu þjónustu að halda. Eins og Erik sagði, það er náttúrulega tilvísanir inn í þessi teymi og það er alltaf metinn vandinn hvort að fólk þurfi á svona þverfaglegri nálgun að halda eða hvort að fólki dugi aðstoð bara eins og hjá sérfræðings út í bæ. Og þetta kallar á aukna samvinnu á milli félags- og heilbrigðisþjónustu og það er mjög ánægjulegt að segja frá því að við erum með félagsráðgjafa frá Reykjavíkurborg sem að vinna með okkur í teymunum og þannig verður svona flæðið allt betra og málin vinnast oft betur þegar það eru aðilar sem fara á milli. Og svo erum við náttúrulega með samráðsfundi með öðrum og erum bara í samskiptum við mjög marga alla sem koma að þjónustuþegunum okkar. Og það er svona ýmislegt sem þessi teymi gera eins og ráðgjöf, heilsugæslustöð og annað og samvinnu við þær og fræðsla. Og við erum okkur langar alltaf að vera með fræðslu bara bæði fyrir skjólstæðingahópinn okkar og svo líka fyrir aðstendur, þannig að við erum alltaf svo ný en þau í Austri hafa verið mjög duglega að vera með alls konar námskeið og fræðslur, þannig að þetta er ekki bara viðtöl. Og svo hvað eigum við að gera og það er alveg þessi samráðshópur laði svolítið línutnum með það og horfði náttúrulega til þessara vinnu sem búin að vera þróast hjá þeim í Geðheilsustöð Breiðholts eða Geðheilsuteymi Austur sem það heitir í dag og náttúrulega horfa erlendis til hvernig svona teymi virki best og við eigum að vinna eftir klínísku leiðbeiningum. Þannig að við erum að horfa hvað rannsóknir hafa sýnt fram á hvaða meðferð henta við hverjum veikindum eða kvillum og við eigum að veita faglegt mat á vanda og veita gagnreynda meðferð og mæla árangurinn af starfinu okkar. Og það er til dæmis eins og við leggjum matslista fyrir alla í byrjun sem koma til okkar og líka svo áður en að fólk útskrifast og svo hafa þau í Austri verið með svona þjónustukönnun og sem við þurfum að koma gangi okkur líka. Heyra hvað þjónustuþjónum okkur finnst þjónustun og hvað við getum breytt. Og svo er þetta náttúrulega samvinna og flæði í mjög margar áttir. Því við erum náttúrulega að horfa heildrænt á vandann og vinna, við horfum ekki bara eina hlið, þannig við þurfum að vinna með mörgum. Og við vinnum eftir batahugmyndafræðinni eins og Erik sagði, þessu recovery model sem ég ráð fyrir að flestir kannski þekki hérna. Við förum kannski aðeins betur í það eftir og svo er náttúrulega mjög mikilvægt að því að líka eins og Erik sagði að þetta er náttúrulega þessi afstofnunarvæðing felst í því að styðja við fólk til að búa heima og styðja við því að nýta þá þjónustu sem er í nærumhverfinu. Þannig að við þurfum náttúrulega sem teymi að þekkja mjög vel öll úrræðin á svæðinu. Þess vegna er til dæmis þessi samvinna í allar áttir svo mikilvæg, samvinna við þjónustumiðstöðvarnar og borgin og vita
svo margt spennandi í boði sem að við ekki vitum eða erum að kynna okkur. Nú og svo batahugmyndafræðin, hún byggir náttúrulega á því að maður sé að valdefla notandann eða skjólstæðinginn í og mæta einstaklingnum þar sem hann staddur. Og við gerum það með því að við gerum svona meðferðaráætlun með hverjum einu sem kemur inn. Hver vandinn, hvað erum við að fara að vinna með og einstaklingurinn sjálfur segir það hvað það sem hann vill vinna með og setja sér markmið. Og við erum alltaf að hvetja til sjálfshjálpar og ábyrgðar. Þannig að við gerum ráð fyrir að allir útskrifist á einhverju tímapunkti sem koma inn til okkar og þurfi ekki á okkur að halda, reynum að gera okkur ómissandi. Og svo að vinna þetta á jafningjagrundvelli. Og það er alltaf frábært að fá einstaklinga með notenda reynslu inn í teymin til að aðstoða okkur við þetta og koma með sína þekkingu og reynslu inn. Og svo svona áherslupunktar þarna að, eins og ég sagði áðan, kannski við leggjum mikla áherslu að vinna heildrænt með heilsu, bæði andlega og líkamlega og félagslega. Við vitum það þýðir ekki bara að horfa á þunglyndi eða kvíðan, maður þarf að horfa á allt umhverfið, hvernig félagslega staðan og svefn og hreyfing og næring og allt þetta, þannig við reynum að vera svona að horfa mjög heildrænt á vandann og vinna á mörgum sviðum í einu. Og þessi öfluga meðferðarvinna, hún alltaf felst mikið í því að maður geti greint í upphaf hver vandinn, hvað tilbúin að vinna með, setja sér raunhæf markmið og fylgja við vel eftir. Og það fer fram stöðugu endurmat á líðan og við erum með meðferðarvinnu stendur í teyminu. Og við vinnum líka með fólk sem með fíknivanda. En það getur auðvitað, ef að fíknivandinn það mikill og fólk í mikilli neyslu, þá getur við náttúrulega oft þurft að vísa fólki fyrst í meðferð afeitrun áður en að við getum unnið með vandann. En eins og sumir náttúrulega nota kannski fíkniefni af því þeir líður illa og þá stundum hægt að vinna með það bara samhliða. Ef að neyslan ekki það mikil. Og svo boðið upp á fjölskylduviðtöl og þá náttúrulega frábært að fá fjölskyldufræðinginn líka sem að mun vera eina af þessum fagstéttum sem vinnur þvert á teyminn. Og svo þessi fræðsla til skjólstæðinga og aðstæðenda. Og þetta nú svolítið óskiljanleg glæra. Það alltaf að spyrja ykkur hvernig gerir þetta allt saman? Hvernig fer þetta allt saman fram? Þannig að við reyndum að búa til svolítið kassalíkan hana og stendur nú verstur hana, þetta náttúrulega á við bæði teyminn. En eins og þið sjáu þá þetta ýmist viðtöl, við förum bæði heim til fólks ef á því þarf að halda og fólk kemur líka til okkar í viðtöl, það fer bara allt eftir því hvað við erum að vinna með og hvort að fólk þurfi meiri virkni og komast út. Og þetta þessi einstaklingsbundna nálgun, hver og einn setur sér markmið og ég sé þetta nú alltaf þetta er svo og viðtölin náttúrulega og þessi virkni meðferð og þá erum við svo heppin að hafa hennan starfaráðgjaf, EPS-ráðgjaf frá VIRK til að mjög dýrmætt. Þið eru alveg að standa fyrir framan og lesa af stóra tjaldinu, Já, það er svona leiðilega að snúa rassinum í salinn. Og svo náttúrulega erum við með geðlækni í teyminu, þannig að þarna er náttúrulega lyfjameðferð og farið yfir það. Og þessi fræðsla eins og við búin að tala um áður. Og við erum náttúrulega alltaf að styðja fólki að búa heima án þess að þurfa að fara í innlagnir á spítala. Og aukum þá bara þjónustuna þegar verður verslun hjá fólki og þá þarf meiri stuðning. Þannig er eitthvað svona sem við verðum að gleyma. Ekkert stórvægilegt sko. En ég bara vona að við hefum náð að draga upp svona þokkalega skýra mynd af hvernig svona teymi starfar og funkarar og og svo kannski þá þetta ýmislegt sem við erum að gera. Að við þurfum, að því að þarfirnar eru mismunandi í fólki og þá þurfum við að hafa ýmislegt í vopnabúrinu. Já. Ég er svo að lána þennan mikrofónu, þið getið tillt ykkur að nota þessa eða nota spöngina. Er einhverjar spurningar? Hér er einn. Takk fyrir. Helga heiti ég
Og ég að spá, er það heimilislæknirinn sem bendir á ykkur eða hefur maður beint samband við ykkur þegar maður kemur á heilsugæsluna? Þá myndirðu bara hafa samband við heimilislækni og hann myndi senda tilvísun til okkar. Þetta hefur talið allavega nálega þessum mikrofónum hérna. Fínt að láta Erik bara svara þessu. Heyrðist þetta hjá mér? Það heyrist. Já, ok. En það þarf semst alltaf tilvísun til. Það getur ýmist verið heimilislæknir að verið fagaðilar. Getur líka verið félagsráðgjafi og þjónustumiðstöð. Já, Sveitur Rúnar heiti ég. Kæra þakki fyrir þetta, þetta mjög spennandi og við höfum lengi fylgst með þessu hjá Geðhjálp, þróun mála og svona virkilega verið að bíða eftir þetta að færa allt saman í gang. Mér langar til að koma aðeins inn á þetta BATA-módel og það kom fram hjá Hrann að það væri svo jákvætt að fá fólk með notendareynslu inn í teymið. Ég skil heldur ekki hvernig á að vinna út frá þessu módeli öðruvísi en að það sé slíkir í liðinu. Eru beinlínis ránir slíkir einstaklingar til starfa í þessu sambandi? Já, takk fyrir þessa spurningu. Sé ég ekki meira að tala við. En sko í teyminu okkar fyrir austan að þá er búin að vera sko síðastliðin held ég, allan sem ég byrjaði 2013 í því, það hafa alltaf verið notendur í hópnum sko. Þeir hafa mest verið 3 en undanfarið árið hefur verið 1 notandi sem hefur verið hjá okkur í svona liðvislu. En alveg samanlega, þetta er alveg bráðnauðsynlegur þáttur og jafn mikilvægur hluti af teyminu svo hver annar sko. Þannig að og eins og staðan er núna, þá erum við búin að fá fjármagn til þess að ráða inn notendur og erum búin að auglýsa og erum bara í viðtölum hvort sem þessum dögum eða við að vikum bara. Já. Þannig að við erum að vonast til að bara sem fyrst byrji hjá okkur notendur og ánægilegt að segja frá því og bara mjög mikill áhugi og vel sótt mikið af umsóknum, það verður mjög glöð að sjá það. Og það má kannski bæta því við, það er 1 stöðugildi í hverju teymi af notendafulltrúum, þannig að það sem er verið að auglýsa núna, það er að bæta viðbótin. Er ekki þér alveg óvægt að standa beint sko, bara tala svona í áttir að hann? Mér veist því svo stór sko. Bergþór heiti ég Þórðarsson, ég skal reyna að passa upp á mikrofóninni í þetta skipti. Svona langar að spyrja, hversu vel eru þið búin undir svona þyngri og sérhæfðari vanda, eins og til dæmis fyrir gerendur í kynferðisbrotamálum eða annað eftir því sem þarf mikla sérfræðiþekkingu til þess að eiga við? Já, takk fyrir þetta. Að þessu spurningu. Sko við erum, við erum sem sagt annars stigs geðheilbrigðisþjónusta. Þannig að við erum svona, sem þýðir að við erum svona, við erum á milli spítalans sem það sem er sérhæfðasta þjónustan og heilsugæsluna það sem er grunnþjónusta, sem er fyrsta stigið. Við vitum að við verðum ekki best í öllu og það eru sumir hópar sem þurfa mjög sérhæfða þjónustu og til dæmis eins og með gerendur í ofbeldismálum og kynferðisofbeldismálum og til dæmis eins og með átröskun og svona og það fólk, við vitum bara að við munum ekki geta þjónustu alla og við erum með best fyrir alla. Við erum að reyna að hafa sem fyrir sem stærstan hóp. Þannig að við reynum að viða að okkur eins mikið af verkfærum og við getum en við erum alveg heiðarlega með það, við getum ekki gert allt sko. Ég heiti Berglind, þið nefnduð 3 fagstéttir þar sem að sami starfsmaður á að sinna öllum 3 teymunum. Er komin reynsla á það fyrirkomulag? Nei, það er ekki komin reynsla og við erum bara að fara að ráða inn af því að við erum bara nýlega búin að fá auki fjármagn. Þannig að það er ekki komin reynsla á það. Við höfum áður verið með iðjuþjálfara sem dæmi í teymunum og finnst það alveg bráðnauðsynlegt og við finnum fyrir mjög mikilli þörf fyrir eins og fjölskyldufræðingi. En svo verður það bara að koma í ljós hvort að það verði meiri þörf eða hvernig það verður sko. Ég með eina svona hálfgerða spurningu. Mig grunar það að þið til dæmis gerðu ekki ADHD greiningar
En hvað gerir þið þá? Sendið fólk eitthvað áfram? Er eitthvað vinnulega til? Ef að sú er staðan og þið haldið að það sé rétta leiðin? Ég er búinn að tala svo mikið. Já, en varðandi ADHD-málin, við sendum, klárlega gerist reglulega að hluti af vanda fólks athyglisbrestur. Og þá erum við í ágæti samstarfi við þau upp á göngudeild geðsviðs í ADHD-teyminu og við sendum beiðni þangað. Í 2 ára byrjaðina. Ég tala fullorðna. Já, en það náttúrulega hægt að biðja flýtimeðferð og þú veist, fyrir fólk sem kannski á mjög slæmum stað og við stundum biðjum það. En ef að fólk ef að til dæmis, eins og reglurnar eru hjá þeim upp í ADHD-teyminu, ef að athyglisbresturinn að trufla aðra meðferð og hamla fólki að því litið til, þá hægt að biðja flýtimeðferð. Eitthvað, leikur skjótin í spurningu, annars erum við svona það bil að falla á tíma, held ég. Einu viðbót. Bara kannski framhaldsspurning frá spurningunum minni. Basically sama spurningu Vilhjálmur var að spyrja varðandi ADHD. Þegar þið fáið svona þungan sérhæfðan, vísið þið þá áfram á rétt aðila, eins og til dæmis, sálfræðingar sem eru eiga betri við þetta stríða, eða vinna í 10. orðaforðanum minn. Já, við gerum það, við vísum á málum, við tökum ekki aðgum málum en þau bara uppfylla akkurat okkar svona inntökuskilur og við sjáum að við getum veitt góða þjónustu, annars reynum við alltaf að beina því þá bara við teljum að þessi myndi henta betur að fá svona þjónustu eða hinsegin þjónustu. Já. Þá þakka ykkur að vera fyrir. Næsta fara yfir í